Og áfram höldum með föstudagsþáttinn á N4 og nú hún komin til mín hún Inga Eydal og ætlar að segja mér frá nýútkominni bók Konan sem datt upp stigann. Hjartanlega velkomin í þáttinn. Takk fyrir það. Inga Dagný Eydal með Já, þessu. já. Saga af kulnun undirtitillinn og það það sem þú lendir aldeilis í. Já, þetta eiginlega, þetta eru svona pælingar og vangaveltur akkurat það að detta upp stiga gerist þegar maður er orðin svo hraður og komið svo mikið kast á mann og flumbran er svo mikil að maður dettur ekki bara niður eða hausi, maður er fann að detta upp stigana og bara orðin, sko, hugurinn er á 100 en líka minn er ekki einu svona fylgja. Og það eru einkenni sem maður á alveg að taka mark á, en ég var ekki alveg að fatta það. Þannig að það eru 4 ár síðan að ég datt upp stigan sko alla leið og hefur henni ekki átt aftur kvæmt að fulla ennþá. En hef þó fundið mér verkefni eins og það að skrifa þessa bók. Miðla reynslu, deila þinni sögu. Miðla reynslu og spá og spekulera. Spá og spekulera og ég sem sagt hélt dagbók menn ég var sem veikust og þegar ég byrjaði svona sjálfsvinnu sem maður þarf eiginlega svolítið að gera þegar mann er kippt svona út úr tilverunni og dagbækurnar fengum við til að hugsa svona svolítið gagnrýnið þetta. Ég meina, af hverju erum við að lenda í þessu? Af hverju er þessi faraldur í gangi og af hverju eru við miðaldra kynslóð svona illa staddar og hvað kynslóðuna eftir okkur, dætur okkar og tengdadætur sem eru með kannski ennþá stærri pakka, að reyna að eignast börn og við erum fæðingar núna í sögulegu lágmarki sem kannski segir okkur eitthvað, en samt sem áður, þær eru líka að taka þennan pakka fullt nám, starfsferil og gera einhvern veginn allt hitt. Það aldrei slegið af. Engu. Nei, og svo fór ég að hugsa sko kynslóðunar undan okkur, það er sagt þarna frá langömmu minni sem að þurfti að leggjast inn á geðsjúkrahús í Reykjavík og annari sem greindist með holdsveiki sem langamma mín og þessar konur með fullt hús af börnum og engi hjálpatæki og allt þetta. Hvað gerist með þær? Hvernig fór þær ekki í kulnun eða? Og kannski var þessi innlögnin og geðdeild bara ákveðin kulnun? Maður veit það ekki. Og að þetta var bara kallað öðru nöfnum og konur sérstaklega náttúrulega voru ýmist að fá taugaáfall eða voru móðusjúkar eða eitthvað slíkt, skilur. Þannig að þetta er svona pælingar orsakir og afleiðingar, minn uppvöxt og það umhverfi sem ég kem úr, hvað hafði það að segja? Og bara almennt að vekja fólk aðeins til að hugsa sitt. Nú búið að opna streituskóla, bæði fyrir sunnan og hér. Og hún hefur komið til mig hérna, hún Helga Hrönn og sagt frá því og hún er að fara í fyrirtæki með fyrirlestur og það hafa alveg komið svona upp atvik þar sem að fólk vill helst ekki fá hana bara því að þá gæti það fólk farið að gæti verið að koma grillum í höfuð af fólki eða það væri eitthvað að íta eitthvað undir. Að það gæti fara að skoða, kannski býtu ég kannski aðeins að fara fram úr mér hérna, ég veit það ekki. Já, eða stinga einhverjum kílum með eitthvað slíkt. Já, einmitt. Sko, það að þegja áföllin sín í hel og hérna fara hlutin á hnefanum, þú getur gert það tíma, sko. En fyrir flesta virkar það ekki sem sagt til lengdar. Getur þú lýst aðeins þínu svona, hvað segir maður, þegar þú gekkst á þinn vegg, þú veist, hvernig, var það líkaminn sem tók að þér völdin eða hvernig? Eiginlega bara hvort tveggja. Líkamlega og andleg heilsa, bara allt í einu, sem sagt, þegar ég átti eiginlega alls ekki von á því. Þá gerist eitthvað lítið atvik, þá mælirinn orðinn svo fullur, á sem maður sko síðan kveikja, og svo gerist eitthvað pínulítið, sem að verður til þess að maður bara missir alla sína bolta á einu bretti. Þeir hrynja bara. Og var þetta bara svona örmögnun? Bara hálfgerð lömun? Örmögnun, örvænting, sko djúp örvænting, mikið þunglindi, mikið kvíði, félagskvíði, úthaldsleysi, ekkert úthald í streitu eða það að vera innan fólk
Og svo líka minn svíkur líka, sko. Varstu þá, reyndir þá að halda eitthvað áfram eða var þetta bara þannig að þú bara steinlást og gast ekki haldið áfram? Ég algjörlega steinlá. Og vissur strax hvað var í gangi? Eða? Nei, alls ekki. Og enginn skildi þetta kannski í kringum þig, eða hvernig? Jú. Þeir sem kannski stóðu mig næst og maðurinn minn, hann kveikti nú tiltölulega fljótt. Já. En svo er það ekki fyrir hana að ég fer í tengslum við þessi veikindi og hitti sálfræðing. Já. Sem bara, fyrirgefðu, þetta er alveg borðliggjandi, sko, dæmi, já. Og það var svona, já, ég var ekki alveg tilbúin að kynkja því. Það er mjög erfitt að gangast við svona veikindi. Já. Þegar maður er vanur að eiga svona duglegt vinnu sjálf og fara svolítið á því. Já. Maður er svona, duglegur. 4 ár, 5 ár síðan. 4 ár verða síðan. bráðum 4 ár. Og hvernig myndur lýsa þessum síðustu 4 árum? Er þetta hægur bati eða fer hann upp og niður? Eru baksveiflur eða hvernig myndur lýsa? Það eru bakslög, fullt af bakslög. Já. Sem að fylla mann svolítið svona örvæntingu til að byrja með. Að maður er kannski á einhverju svona braut upp á við og svo bara pum. Já. En svo lærir maður á það að það er hluti af batanum. Já. Bakslögin. Takast á við þau einhvern veginn. Já. Og bati getur orðið þó þú sért ekki að fara að vinna fulla vinnudag eða jafnvel engan vinnudag. En bara að eiga einhvers konar líf. Já, eiga líf, eiga von, eiga bara það að geta verið glaður og skapað, skrifað og fundið sér ný áhugamál og orðið hugsanlega vonandi einhverjum að gagni með þeim eða bara alls ekki. En allavega, sko, batinn miðast ekki endilega við það að þú farir í fulla vinnu við hvað sem varst að gera. Var það erfitt að stilla sig inn á það? Varst alltaf á leiðin aftur þegar ég byrjaði aftur að vinna? Endalaust. Og ertu komin núna, ertu farin að sjá að það þarf ekki alltaf að fara að hanga? Já. Og núna er ég farin að sjá það, ég er ekki farin að fara að vinna fullan vinnudag í hjúkrun, sko. Nei. Og jafnvel ekki í þessari hefðbundnu hjúkrun. En ég er samt að iðja og ég er að gera hluti. Og það er líka vinna, skiptir máli. Og hvernig horfir þú núna á framtíðina? Hvernig þarftu einhvern veginn að búta þetta niður, tekur dag í einu eða ertu með einhver 5 ára plön eða hvernig gerir maður? Sko, dag í einu er það æskilegasta. Bara ég á þennan dag í dag og ég ætla að nýta hann vel. Vegna þess að auðvitað kenni lífið manni það og það kemur fram í þessari bók líka að lífið fer sínu fram. Já. Það er ekki þannig að við kontrollfríkin getum bara stjórna þessu. Það er ekki þannig og við erum sérst öll í samfélaginu að átt okkur á því kannski. En það er erfitt fyrir svona týpur sem að fara í kulnun. Það eru oft hraðar og þolinmóðar, duglegar og það er mín barátta á hverjum degi að fara ekki fram úr mér. Og finna æðruleysið sem er þarna einhvers staðar, en það er svolítið djúpt á því. Þannig að, já. En ertu eitthvað svona nær, af hverju þetta, sko, hendi þig? Var það bara því að það var allt of mikið að gera eða voru þetta eitthvað gömula áföll eða var það bara bland? Það er bland, það er bæði og ég held að sé oftast þannig að það er engin einn sem ber þessa ábyrgð, ekki vinnustaður eða stjórnendur eða einstaklingar. Þetta er bara sameiginleg ábyrgð samfélagsins. Og ég reyndar hef ofboðslega sterkt á tilfinningunni að því meira sem að við förum í svona samkeppnisgír í þjóðfélaginu, þetta fyrir að snúast meira peninga, að þá förum við fyrir þess átt og þurfum að passa okkur miklu meira. Þurfum að fara bara aðeins að róa okkur niður öll saman, er það ekki? Jú. Kannski, anda með nefinu og muna við erum bara hluti af einni stóri keðju, sko. Og ekki nóg með það og sérst að gefa þessa bók, þá ertu líka að þú ert með ljósmyndasýningu á Amtsbókasafninu til hamingju með hana. Takk fyrir, það kom bara óvart á sama tíma. Ég þetta eru ljósmyndir og ljóð, þetta heitir Stefnumót við Akureyri. Það eru svona mínar bernsku upplifanir af bænum mínum með ljósmyndum dagsins í dag. Já, þú ert dugleg að taka myndir. Ég fylgst með þér á Facebook og alltaf að posta fallega myndum. Mér stóð gaman að taka myndir. Það er eitthvað sem við uppgötaði gegnum þessi veikindi. Já. Það maður getur þegar þú ferði í heilsubótagönguna og ertu með myndavélina. Já, alltaf. Já. Frábært að fá því þáttinn. Takk fyrir að koma og segja okkur frá nýju bókinni og til hamingju og hvet fólk til að kíkja á Amtsbókasafnið líka. Takk fyrir kærlega.